Matur og menning ennþá á Vestfjörðum. Í þessum þætti ætlum við að skoða lífið í Breiðuvík og skreppa á Látrabjarg. En við byrjum á Þingeyri, þar sem við ætlum að hitta Jón, sem kapteinn á víkingaskipinu Vésteini. Friðartímar, falleg nótt, fjölskyldan hans sefur. Hæfilega heitan brott, heimalingnum gefur. Baldur heitir bóndinn sem bústnu lambi gefur. Víkingaskipið Vésteinn var smíðaður árið 2008 á Þingeyri við Dýrafjörð, þar sem hann í dag gerður út fyrir ferðamenn. En smíði Vésteins einmitt innblásin af Gísla sögu Súrssonar sem bjó á Hóli í Haukadal, skammt utan við Þingeyri. Víkingarmenning mikil við Dýrafjörð, þar sem sögustaðir Gísla sögu eru allt kring og á Þingeyraroddanum hátíðarsvæði að fornum sið, þar sem víkingar á Vestfjörðum ásamt gestum gera sér glaðan dag. Jón, við erum komin borð í Véstein. Já, við erum komin að borða Véstein. Af hverju Véstein? Véstein var bróðir Auðar, konu Gísla Súrssonar, og báturinn ber nafnið hans. Já. Hann var sigldur mjög, Vésteinn, hann fór víða, sigldi víða og hefur ábyggilega farið til Austurlanda því að hann kom stundum með fallega gjafir til þeirra systkinanna, Þorkels og Gísla. Víðförull maður. Víðförull maður, já. Þannig að það var talið við hæfi að tileinka honum skipsnafnið. Já. Á Þingeyri sem náttúrulega vagga Gíslasögu. Fallegt skip. Glæsilegt skip, já. Og maður róast leiðum að kemur borð. Það ekki? Það eitthvað svona við seglin og góðan trébát. Akkurat. Þetta alveg frábært skip og búið að sigla töluvert bara mikið á því og gengi vel. Hann smíðaður á Þingeyri af Valdimari Elíassyni og fleirum. En þið eru nú að gera meira í víkingastíl en bara Vésteinn. Það hefur verið svolítið víkingarlíf á Þingeyri. Það búið að vera töluvert mikil menning í kringum þessa víkingaheima eða víkingatímabil á Þingeyri og það búið náttúrulega búa til heila mikið svæði, víkingasvæði, með girði og sviði og þess áttar. Langeldur? Og langeldur. Já. Og svo eins og þú sér nú og farþegunumaka, þá eru nú mikið til að klæðum. Já. Það eru margir íbúarnir sem eiga víkingaföt og þau fara gjarnan í þetta og til dögum. Ég sé að lopapeysan sem að frúin prjónaði mig, hún ekki í stíl sko, ég aðeins nýtískulegri. Já, þetta mjög skemmtilegt og svona á hátíðisdögum þá klæða sumir sig upp í þetta og í tilefnum. Já. Og gaman að því. En eru þið að sigla mikið með ferðamenn? Já, töluvert. Og gerið út frá Þingeyri? Já, ég geri út frá Þingeyri núna og erum að sigla í sjóstöng og í söguferðir svona, styttri ferðir. En þú ert nú ekki bara að sigla, þú ert að stela mínu hlutverki og stendur hér og matreiðir. Já, það hluti af þessu prógrami hjá okkur að það að vera svona í matarstúsi líka. Þannig að ég fæ líklega að gera það sem ég líkar best og þykir skemmtilegast að það að borða. Það að borða, já. Við ætlum að hafa elda svona smá hádegisverð. Já. Og hvað í matinn? Það steinbítur í matinn. Hann væntanlega bara Hann hér úr firðinum, já. Bara næstu öldu? Næstu öldu. Ég verð aðeins að fá að skipta mér að ég get ekki verið aðgerðarlaus hásettu borð og bara kjafta. Já. Ég fæ að stinga mér í eldhúskrókinn. Þú verður að stinga í eldhúskrókinn. Já.
Já, nú búið að vera bara frábær máltíð og gaman. Það er ekki að borða í Dýrafirði, ég er búinn að borða á Dýrafirði. Á Dýrafirði, já. Honum miðjum. Honum miðjum. Og steinbítinn úr firðinum. Það er ekki bara góður. Hrikalega góður matur. Frábært. Og ég hef nú löngu sagt að mér líði sérstaklega vel á sjó. Já. Ég hef kannski örlítinn blóðdropa babbagalma í því. Akkurat. Og mér hefur sjaldan liðið eins vel og hjá þér borðið í Vésteini. Það er flott. Þetta er draumurinn að geta, og það sem við erum að gera er að servera stundum svona máltíðir út á sjó. Fyrir þína farþega? Og fyrir farþegana. En framtíðarsýnin er kannski svo að byggja 24 metra skip. Helmingi stærra? Helmingi stærra. Og sigla. Og bjóða upp á svona ferðir, sem sagt svipaðar á þessari. Þá er svona þetta að vera með fleiri borð, það getur tekið kannski 45-50 farþega. Ég verð hér með að leggja inn atvinnuumsókn. Hvort það sé ekki laust brytastarf í einhverjum turnum. Já, takk fyrir komuna. Nú þarf það að setja í gang og hugja heim. Og hérna þurfum við að halda til Hafnar á ný. Takk hérlega. Takk. Guðmundur Helgason, vinur okkar og höfðingi á Núpi, sagði okkur að skylda væri að stoppa við dynjanda, rétta aðeins úr sér og fanga fossinn á mynd. Með klónum móti sól og mold í hjartanu rifið upp með rót. Dynjandi er 100 metra hár foss í Arnarfirði. Fossinn kemur ofan af Dynjandasheiði og fyrir neðan hann er einnig eyðibýli sem heitir Dynjandi. Á Bjargbrún er fossinn 30 metra breiður en 60 metra breiður neðst. Dynjandi, sem friðlýstur var árið 1980, er sannanlega einn af fjölmörgum viðkomastöðum sem ekki má sleppa á Vestfjörðum. Næsti viðkomastaður okkar er Tálknafjörður, en þar ætlum við sem oftar að smakka góðan mat. Við hittum fyrir systurnar Sædísi og Freyju Magnúsdætur hjá Tungusilung sem sérhæfir sig í eldi og fullvinnslu á silung, en hann er einmitt sagður einn sá besti og við urðum sjálfsögðu að næla okkur í bita. Við erum komin í Tungusilung á Tálknafirði. Hvað er þetta gamalt fyrirtæki? Já, faðir okkar byrjaði í fiskeldi 1984 og hefur starfað við það alveg síðan þá. En Tungusilungur er rekinn undir þessari kennitölu frá 2002. Já. Og þið eru systur. Þetta er mikið fjölskyldu fyrirtæki. Já. Við vinnum 3 systurnar hérna hjá fyrirtækinu. Já. Og maðurinn minn, 2 synir hennar. Og svo er komið 1 barnabarn. Já. Og tengdadóttir mín. Já. Þið eruð að framleiða, mér er sagt, við segjum ekki allt og stórt, frábæran silung. Bæði reyktan og grafinn. Já, við erum mjög ánægð með fiskinn okkar og sérstaklega erum við ánægð þegar fólk er ánægt. En við erum með bleikju eldi og regnbogaeldi og erum aðalega að selja bleikjuna í útflutning og reykja regnbogan. En seljum lítisháttar ferskan inn á innanlandsmarkað. En er eitthvað hernaðarleyndamál? Hvað er það sem að rekur mig til Tálknafjarðar og til þess að koma og smakka landsins besta silung eins og vinir mínir hafa sagt mér að það sé? Það var bara dottið niður á einhverja ákveðna aðferði í upphafi og við höfum bara haldið okkur við það. Hún virkar? Já, hún virkar. Og það sem að fólk hefur kannski einna helst sagt að þetta er ekki, hann er svona mátulega þurr. Já. Það er svona... Það skiptir máli. Já, það skiptir máli. En hann er ekki fljótandi í umbúðunum. Og er erfitt að vera með fyrirtæki á Tálknafirði? Þetta er ekki alfara leið? Er nóg fólki? Er nóg framleiðslu? Það hafa komið svona tímana sem að við kannski erum að vinna meira en við vildum af því okkur vantar fólk.
En yfirleitt hefur þetta nú verið bara svona í ágætu jafnvægi. En það náttúrulega erfitt að vera svona langt frá markaðnum og langt frá Keflavíkurflugvöll. Við erum náttúrulega að borga gífurlega mikið í flutningskostnað og það ekki bara að koma fiskunum frá okkur, heldur erum við að flytja fóðrið frá Akureyri. Já. Og það kostar sitt. Rétt. Og þið eruð að framleiða 4 vörutegundir eða flokka, reyktur, grafinn, en hvað erum við með hérna? Þetta regnbogapatí. Regnbogapatí? Já, og þetta kannski ekki í þeim umbúði sem að hæfir vörunni, því þetta bara gourmet, við getum orðað það þannig. Það nú ekki margir að framleiða svona? Ég held að við séum einu aðilarnir á Íslandi sko. Já. Ef einhver annar í þessu þá þetta mjög gaman að heyra frá honum. Hann hringir og sér það. Og svo ferski, hvað þið búin að taka saman, hvað þetta á viku, mánuði, ári, í tonnum eða hvað það að rúlla í gegn? Við vorum að taka það saman að þetta tonnum á viku. Já. Tonn á viku. Já. Og þá líka sko á fiskmarkaðinn innanlands. Nú erum við búin að vera að ferðast Vestfirði svolítið mikið og maður velti fyrir sér hvort að vegakerfið til dæmis eins og veturna ekkert erfitt að koma ferskurinn frá sér. Færð og... Já, við náttúrulega notum Baldur. Flutningabílarnir fara í Baldur. Já. En það hefur alveg komið fyrir að Baldur fer ekki og það ófært og við missum af flugi og bátnir seinkar og bíllinn ekki út á flugvelli í taka tíð. En það nú ekki mjög margir dagar. Nei, þetta svolítið svona slagur að láta þetta passa saman. Já, þarna skipta mínútur máli og ferskvaran út í flugið. Já, og þeir segja við sko þeir sem að taka við fiskinn fyrir sunnan að bíllinn frá Patrá var allt síðastur. Og það ekki bílstjórunum að kenna. Nei. Það bara ennþá verið að sitja það ferskast að borð. Já, og það ekkert endilega beðið eftir við klárum, heldur bara að þetta bara tekur þennan tíma að komast suður og það má ekkert út að bera til þess að það gangi ekki upp. Sko, það aðeins reykur í loftinu. Þið eruð að reykja núna? Já, við erum að reykja. Nú allt undir brot og slit. Nú er á þessum árstíma þá eykst salan alveg gífurlega mikið. Já. Við getum talað alveg helmingsaukningu í júní, júlí, ágúst. Þannig það gott þegar það lágskýjað? Já. Það eitthvað að gerast? Já. Við ætlum að fá að rölda aðeins og skoða. Já. Og ég veit að ég slít nú kannski upp pakka og fæ að smakka hjá. Já, bara endilega. Tálknafirði för okkar haldið áfram í Breiðuvík, en við getum ekki látið mikilfengleika Látrabjargs fram hjá okkur fara og gleymum því viljandi afleggjaranum að Breiðuvík í bili. Látrabjarg stærsta sjávarbjarg Íslands, 14 kilometrar að lengd og 441 metra hátt. Kölluðu mig klær en dropinn hólar stein. Nú sit ég einn á gangstétt á manni leið. Bjargið hrikalegt og ekki laust við að maður finni til smæðar sinnar í náist við eina af perlum íslenskrar náttúru. Tóbak og tjú, skritta þá leið, svo á bæði tjúb og breið, svo á bæði tjúb og breið. Úr holdi ég komin.
Dagur að kveldi kominn og náttstaður næsta stopp. En við vorum búnir að fá inni hjá þeim hjónum Keran og Birnu sem hafa rekið ferðaþjónustuna í Breiðuvík síðastliðin ár. Í Breiðuvík boðið upp á fyrsta flokks gistingu, veitingastað og tjaldstæði. Auk þess sem staðurinn státar af vestasta bar Evrópu. Birna, við ætluðum að detta hérna niður í Breiðuvík en glemdum að beygja og endum á Látrabjargi. Lékum okkur svolítið þar með myndavélarnar en náðum í hús til þín. Núna seint kvöld, ertu búin að hátta alla gestina í kvöld? Já, flesta, nema ykkur. Já. Það framundan. En þið hérna í Breiðuvík komin með stór glæsilega aðstöðu. Hvenær byrjið þið? Við kaupum þetta 99 og þá var þetta bara 12 svefnpoka herbergi, eitthvað svoleiðis. Svo kitlaði þetta okkur að halda aðeins meira því að þörfin var meiri og þá fórum við keyptum við þessa gáma, keyptum helmingina eins og þið komum til með að sofa í, keyptum helmingi fyrst og hafði engin trú á þessu. Byggðastofnun vildi ekki hjálpa okkur og þannig við fórum á trúna á sjálfum okkur og þannig bara fór þetta að velta koll að kolli og kröfurnar urðu meiri og meiri og... Hvað getur þið hýst? Hvað svæfur marga svona þegar allt fullt? 80 í rúmi. 80 rúm? Ég get líka svæft á tjaldstæðum. Já, og svo tjaldstæði líka? Já. En svo sá ég þegar við vorum að renna hérna að það glæný viðbygging hérna á bakvið. Já. Og hvað það að gera þar? Þar við nýbúin að opna svona vika síðan við opnaðum þar matsal fyrir 100 og eitthvað manns, ég veit ekki hvað mikið. Það þriðji matsalinn í rauninu sem við opnum. Það var sem sagt, við vorum með þennan matsal sem við erum í hérna fyrst og stekkum hann eins og hægt var að stekka. Síðan fyrir 4 árum þá byggðum við 60 manna sal og átti að duga í 10-15 ár. En hann sprakk á 3. ári og þannig það var ákveðið í fyrra að leggja stað með nýja byggingu og í júlí í fyrra byrjuðum við og það náði ekki árið, þá erum við búin að opna nýtt eldhús. Nei, nýja matsal segi ég. Eldhúsi bara í starfsmannarúmum og stærðarinn af vörulager og starfsmannaðarstöða. Það brjálað að gera? Það klikkað að gera. Er ekki svona lúxusvaxtaverkir bara? Jú, maður eiginlega hugsa það þegar maður fer að sofa á kvöldin og með alveg beinverkið að þreytu að þetta bara yndislegt og við erum að fá rosalega góðan móttökur hjá fólki og ég held að konan sé rosalega ánægður. En hverjir eru að koma helst? Ertu búin að breytja niður hverjar þjóða og Íslendingar versus erlendir ferðamenn? Þjóðverjar hafa verið gegnum tíðina langmestir og Íslendingar voru númer 2 þangað til 1 árið að þá kom hér á stað umræða staðinn. Síðan höfum við bara fengið lítið sem ekkert af Íslendingum. En Þjóðverjar eru á toppsæti og síðan Svisslendingar. Svo að koma inn núna mjög sterklega sem hefur ekki verið áður hér. Það eru Bandaríkjamenn sem eru víða annars staðar en hafa ekki verið hér. Og Rússar, þeir eru rosalega gaman að fá Rússa. Þannig að þetta eiginlega allra þjóða fólk. Það góð blanda í húsinu. Það er rosalega góð blanda. Við heyrðum bara þegar ég var að koma hérna inn að það voru örugglega 8 tungumál bara frá bílaplaninu og hérna inn. Já, og það reyndar í starfsfólkinu líka sko. Já. Það svipað hlutfall sko. Og eitthvað fleira í pípunum? Ég sá að það var búið að svifta þakinu af gömlum útihúsum eða fjósi eða... Já, það reyndar komin teikning þar fyrir 60 herbergja hóteli en ég held ég sleppi því eða freisti það en hann að færa sig nýtti með vélageymslur núna maður minn því að vélageymslan að færa fyrir starfsfólk sem starfsmannastofa. Nú við erum með refahús sem var hérna líka þegar við komum áður en við komum þá var hérna refabú og við breyttum því fjárhús. Núna erum við hætt með rollurnar og erum með hérna stærðarna refahús og við ætlum að byggja þarna tjaldsvæði innanhús. Við gervigrasvelli og ég sagði hann einhvern í Kastljósviðtali eða næst ég kemur viðtal í sjónvarpi þá það vegna þess að ég væri komið með tjaldsvæði en
ég var bara undan. Já, aðeins á flýtökur. Já, en tjaldsvæði skal koma þarna með gervigrasvelli og allir aðstöðu innanhús til þess að tjaldi inni þegar vondur veður sem kemur fyrir á Íslandi. Ættamátt þá hægt að halda leiki og annað innanhús og tjalda kring. En fótbolta? Ekki bara að spila fótbolti? Fótbolti bara í sjónvarpinu. Það rétt. Og strandplagg bara. En svo þið líka í einhverjum rútubusiness, heyrði ég það? Já, við höfum verið í samstarfi við rútufélag rútufyrirtæki á Ísafirði, Vesturskar ævintýraferðir og síðan erum við með á eigin bíl, nokkra bíla hérna sjálf og keyrum þar hann aðalega og erum með mann á launum allt árið í því og til skiptis hann gefur mér stundum frí hérna og þá fer ég að keyra rútur við honum. Duga 24 tímar í sólarhringi í svona, hvað verður ekkert mikið á verki? Okkur verður nefnilega mikið verki, ekki mikið úr svefni. Nei, ekki endur. En hann sagði einhvern tímann Kerana að í einhverju viðtali að hann sagði þegar hann væri dauður. Allt sé ekki það sem að hann stefnum á ennþá. Við strákarnir erum sko gjörsamlega dauð uppgefnir eftir stífa daga hérna á Vestfjörðum. Já. Og ég held að nú sjáum við bara koddan þinn í hillingum. Já, það ekki. En við komum reyndar færandi hendi að norðan. Okay. Við eigum góða vini á mörgum stöðum og hér fullur poki af norrlensku góðgæti. Það eru kryddpylsur og það hérna grillið og hunangsskinka og svo hittum við hann Árna vin okkar í Gæðing og af því að það er nú tilhlegt að því við stöndum hérna við barinn. Já. Hann bruggari með meiru, hann nú svona ekkert ólíkur ykkur, hann er afar upptekinn og yfirsamur maður. Takk að kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur allt í haginn. Takk sem Ferð okkar Vestfirði farin að styttast í annan endan og næst beið okkar ferjan yfir Breiðafjörðinn. Við ákváðum þó að leita að falinni perlu við Flókalund, en þar hellulaug, hlaðinn pottur með óviðjafnanlegu útsýni. I saw two birds. Þessari ferð okkar Vestfirði fer senn að ljúka. Við kveðjum þetta gullfallega svæði með trega, en vissir að við munum snúa fljótt aftur. Við þökkum fyrir í kvöld og sjáumst í næsta þætti af mat og menningu. Once, too sweet. And you call